Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi í miðri kreppu og miðjum kórónufaraldri. Hérna í gær voru blaðamenn sem að sátu og voru að spá í pólitíkina og hvaða áhrif kórónufaraldurinn og mögulega kreppan sem að henni fylgir muni hafa á stjórnmálaflokkana og kannski þennan kosningavetur sem nú ekki alveg kannski kosningavetur því að það heilt sumar síðan sem að kemur á milli þessa vetrar og kosningana, hvaða áhrif það hefði á stjórnmálaflokkana og það kom fram hjá þeim að þau voru svona svolítið að skamma stjórnarandstöðuna fyrir að hafa ekki komið með svona afgerandi kost bæði hvernig þetta mæta kórónufaraldrinum sjálfum og gagnrýni stjórnarandstöðunnar í vor þegar var ákveðið að opna landið hafi ekki verið nógu skýr, ekki verið nógu skýr í valkosti sem hafa komið fram og líka í sambandi við efnahagsaðgerðirnar og það vill svo til að á föstudaginn síðasta var Gylfi Zoëga hér líka sem hefur gagnrýnt ákvarðanir ríkisstjórnarinnar og hann nefndi að hann saknaði þess svolítið að andstaðan inn í þinginu hafi ekki verið nógu skýr. Þannig að til að svara þessu og ræða svo bara almennt stjórnmálin og stöðuna í samfélaginu á þessum háskalegu tímum sem við lifum. Ef ég fengi hérna góðan hóp þingmanna, Björn Leví Gunnarsson, hann Pírati, Inga Sæland, hún í Flokki fólksins, formaður þar. Andrés Ingi Jónsson, hann eiginlega í engu flokki. Hann í svo mikilli stjórnarandstöðu að hann sagði sig með þessu úr VG, að hann vildi ekki vera tengdur flokknum sem að gekk til samstarfs við Sjálfstæðisflokkinn og Helga Vala Helgadóttir frá Samfylkingunni. Þau eru hér. Og ég ætla, þið hlustuðu nú á inngangi minn og ég ætla nú bara að kasta boltanum fyrst til þín, Björn Leví. Hvað það ekki hlutverk stjórnarandstöðu í þinginu að leggja fram skýra valkosti á móti stefnu ríkisstjórnarinnar. Það ekki nóg að svona benda á ýmsa ágalla í hinn og þessu heldur verði að koma svona valkostir þannig að við út í samfélaginu getum séð svona skýra valkosti að fara á leið sem að ríkisstjórnin vil eða einhverja aðra leið. Í fáum orðum svarið við þessu nei og mér langar til að útskýra það aðeins því að vandamálið sem að stjórnarandstaðan hefur skortur á aðgengi að upplýsingum og stöðunni og þess háttar. Og við þurfum að spyrja framkvæmdavaldið og meirihluta flokkana það hver staðan sem að við fáum yfirleitt aldrei svar við. Þannig mjög erfitt í rauninni fyrir okkur að búa til einhvers svona lausnir við stöðu sem við vitum ekki með nákvæmlega hver Og það kaldanarslega við það í rauninni í heildina á leitið að þá stjórnin líka tiltölulega mikið á gati varðandi stöðuna og mikið til að giska bara á það hvaða aðgerðir henta vel og henta ekki vel. En þrátt fyrir það að þá vorum við með mjög, allavega í Pírötum og nokkrir aðrir flokkar þarna líka sem að komu með mjög skýrar breytingatillögur á fyrstu pakkana eins og þeir lögðu fyrir. Og líka hlutabótaleiðina og dæmi. Þessir COVID-pakkar, pakki 1 og 3, fækkaði breytingartillögunum eftir því sem að leiða pakkana því að það voru engar undirtektir hjá stjórnvöldum. Við komum strax með mjög skýra leið, allir flokkanir, varðandi mjög fjölbreyttar aðgerðir, en þá ekki sérstaklega varðandi sem sagt nýsköpun. Því að í þessu ástandi þar sem að störf eru að glatast, þá störf í ferðaþjónustunni. Fólk að verða atvinnulaust og þá það sem þú vilt fá eru ný störf og þú færð þau í gegnum nýsköpunar tækifæri sem heill hellingur af tækifærum út allt land til þess að bara prófa nýja hluti. Og það eru peningarnir sem að hið opinbera ætti að hella í rauninni til atvinnulífsins og þetta þessi opinberu störf sem að átti að skapa í gegnum til dæmis nýsköpun og ef ekki ýmsar aðra leiðir, þá sérstaklega þarna. Þannig að vandamálið sem við kannski lentum í að aðstæðan í þinginu það var allt dregið saman, fjöldi funda og í gegnum netið fjöldi þingfundana sjálfra og leið okkar til þess að koma þessum hugmyndum. Þið samþykktu það að draga úr þingstörfunum, að þið svona stjórnarandstaðan sem fjallst á það. Ja, það ákveðin bara ábyrgð upp á það. Við verðum að hlýða í rauninni fjarlægðarreglunum og öllu því.
Þannig að á sem sagt faglegu nótunum, sem sagt að mæta kórónuveiru faraldrinum sem slíkum, að þá voru viðbrögðin þar mjög fagleg og við studdum það alveg að bregðast við því hérna, hvernig það bregðast við því hérna innanlands. Efnahagsaðgerðirnar voru síðan allt aðrar. Og þar lögðum við til alveg mjög skýr ákvæði breytingar og áherslur sem að það mikið hvað fólk heyrir hvað við segjum. Það vandamál sem við höfum alltaf barist við að láta vita, þú veist, hei, við erum í alvörunni með eitthvað hérna, viljið kannski, þú veist, spyrja okkur nánar út í það, en á sama hátt og kannski Gylfi segir að það sé ekki haft samband við hann, þá ekki heldur haft samband við okkur og við látum vita af, því að maður getur ekki verið með eyrun allstaðar og augun allstaðar. Þannig að þetta flókið mál, þessi samskipti í rauninni á milli almennings og stjórnvalda, og þau hafa verið í algjöru lágmarki, og bara á milli stjórnvalda og stjórnarandstöðunnar, sko, þannig að þar svona akkillesarhæll þingsins sem eftirlitsaðila, ekki endilega stjórnarandstöðunar sem að búa til alltaf valkosti hérna, fram og tilbaka í rauninni á þess að vera með nægilega góðar upplýsingar til þess að byggja það á. Þær upplýsingar liggja hjá framkvæmdarvaldinu, þær eru ótrúlega litlar og við fáum engar af þeim. Þannig að þar vandamál okkar. Það var nú eiginlega niðurstaðan í samtalinu við Gylfa Zoëga var að stjórnvöld væri að reyna að sigla skútunni eða væri ekki með neina mæla í mælaborðinu. Af því að það væri byggt á svo litlum upplýsingum það hvert væri ástandið og hverju væri raunverulega svona hagræn áhrif af ýmsum kostum. En Inga, það er ekki hægt að skamma þig fyrir að hafa ekki viljað svona taka kórónufaraldrinum sjálfum pólitískt. Eiginlega hann var varla kominn til landsins þegar þú komst með svona tillögur og þína sýn og það var nú frægt að þú varst eiginlega bara straujuð í kastljósi fyrir að vilja tala pólitískt viðbrögð við kórónufaraldrinum. Já, það má kannski segja að ég hef verið straujuð og Einari en ég pressaði hann á móti þannig ég ætla nú ekki að segja að ég hef nú alveg legið. Ég var ekki ég ætlaði ekki að segja að þú hefði tapað, sko, alls ekki. Nei, en það er alveg rétt. Ég byrjaði í rauninni að ræða þetta áður en að fyrsti einstaklingurinn mánuði áður en við fengum fyrsta smiti til landsins. Það var nú svona ítt aðeins í mann og segja að maður ætti nú kannski að vera vekk einhvern ótta og vera með einhvern hræðslu áróður og annað slíkt, en ég er ósannlega glöð að finna það að jafnvel hálfu ári seinna, þetta er svona eins og 20 ára seinna gaus í Vestmannaeyjum, að hálfu ári seinna það var eins og sé að kvikna á perunni víðast hvar og mér finnst nú eins og félagar mínir í stjórnarandstöðunni, minnsta kosti þau sem að hér sitja hafa virkilega verið að sko stíga inn. En hvernig á maður í veröldinni að geta tekið einhverjar svona vitrænar ákvarðanir út á eitthvað sem við fáum í rauninni ekkert að vita eins og til dæmis það eigum að loka landamærunum, eigum að setja í skimun, 5 daga sóttkví og aftur í skimun, munum við þá skemma í rauninni það flæði ferðamanna sem við erum að reyna að kalla inn í landið. Þegar við fáum ekkert að vita, við komum aldrei að borðinu, þannig að það er ómaklegt að skamma stjórnarandstöðu sem fær að frétta það hvort í upplýsingar ríkisstjórnarinnar hvað ríkisstjórnin er að grípa til bragðs, hvað ríkisstjórnin er raunverulega að fara að gera. Við erum bara eins og gestir út í bæ, þrátt fyrir að vera kjörnir fulltrúar á þingi og það í rauninni akkillesarhæll stjórnarandstöðunnar að vera venjulega troða einhvers staðar inn í skáp og helst loka og læst og fleygt lyklinn. Maður er bara eiginlega að upplifa það þannig og mér finnst það ómaklegt. Ég hefði viljað sjá það að við gerðum eins og Danirnir þar sem að í rauninni að stjórnarandstaðan auðvitað það er alltaf þekkt þetta minnihlutastjórnarform. En það breytir ekki þeirri staðreynd að við vildum öll fá að vera í þessu samfélagi og takast á við þennan vanda. Hvort sem við hétum í stjórnarandstöðu og í hvaða flokki sem við vorum. Sko það sem ég segi er það að mér finnst við hafa verið í rauninni, okkur var ýtt til hliðar, en við gerðum samt sem áður gríðarlega góða hluti inn í fastanefndunum, sérstaklega eins og inn í fjárlaganefnd, efnahags- og viðskiptanefnd, þessum nefndum sem við þurftum að vinna. Við vorum í rauninni að koma að alveg handónýtum frumvörpum sem var að kasta í okkur í rauninni í einhverjum flumbrugangi og sem í meðförum nefndana í rauninni tóku stakkaskiptum. Hitt er svo önnur saga hvort að einstaklingar fyrirtæki hafi fengið að njóta þeirra áhersla sem var verið að reyna að færa þeim, hvort að brúalánin hafi gengið upp eða hlutabótaleiðin eða hvað annað. Það hefur nú verið eins og við vitum ansi mikill misbrestur á því. En það sem að mér finnst skorta sérstaklega og ég kalla eftir, það er að fá að sjá hinn raunverulega ábata af því að taka frá okkur öllu lífsgæði sem er verið að taka frá okkur leynt og ljós með því að flytja veiruna inn. Ég vil fá að sjá þann ábata, ég vil fá að sjá þá kostnaðarlið sem liggur á baki því að íslenski skattgreiðendur skuli þurfa að vera að greiða fyrir allt það sem við erum að gera á landamærunum,
hversu vel sem það gengur, það auka atriði í stóra samhenginu í mínum huga. Ég vil fá að sjá ábatann af því að flytja hér inn ferðamenn sem að við erum líka margir hverjir orðinir hálffúlir yfir því að sjá að ganga inn í landið og meðan Íslendingar sjálfir fá pinnan í nefi. Þú veist, það bara, mér finnst að eiga ríkja þarna ákveðið jafnræði ef við eigum að vera samkvæm okkur sjálfum í að ætla að virkilega sporna gegn veirunni. Þannig að spurningin þessi, erum við tilbúin að vera alltaf að takast á við nýja bylgju eins og það kallað, eða erum við orðin langþreytt á því og við sjáum það bara núna hvernig lögreglan hefur þurft að vera að glíma við inn á bæði veitingastöðum og skemmtistöðum. Það lítið gert með þær sóttvarnaraðgerðir sem er þó verið að reyna að gera. Þríeykið okkar hefur staðið sig með algjörum sóma og á sérstaklega náttúrulega að vera að vernda okkur hvað varðar sóttvarnalega sér. En í raun eru stjórnvöld að henda allri ábyrgðinni í fangi á þeim. Og ég segi bara, ég kalli eftir því að stjórnvöld skríði undan þessum sófa og fara að takast á við það sem þau voru kosin til að gera. Þau eru kjörnir fulltrúar hér til þess að ala önn fyrir okkur og axla þá ábyrgð og mér finnst að þau hafi bara alls ekki gert það. En að lokum vil ég bara segja þetta. Hins vegar held ég að við fáum ekki að vita allt hvað eina eins og gengur. Það eru ákveðnir þættir þarna sem að okkur haldið utan við og þar á meðal tel ég það að þau skilaboð sem að til dæmis sóttvarnalæknir fær, ég held að þau séu skýr. Hann fær misvísandi og ný skilaboð eftir því hvernig hagsmunaaðilum þóknast að láta hlutina ganga upp. Ég tel að til dæmis eins og þetta allt í einu á núna að vera slaka, núna allt í lagi að vera með METES-reglu í skólum, framhaldsskólum, menntaskólum. Krafan svo að við göngum inn í samfélagið og lífsgæðin okkar verði ekki skert svona rosalega mikið. Aðrir þurfa að vera með 2 metra reglu. Nú má í rauninni vera, ég hef aldrei skilið þetta með öldurhúsin. Þú getur verið fullur þar frá hádegi til 11 á kvöldin, en eftir 11 þá greinilega átt að sýkjast meira af COVID. Ég fatt ekkert að þessu. Ég get ekki skilið þetta, allt finnst mér mótsagnarkennd og mér finnst að við eigum að fá að vita það hver ábatinn af því að skerða lífsgæðin okkur svona mikið og öll hin fyrirtækin sem þurfa að loka og draga í land með alla þá þjónustu og umgjörð, hvort sem það var ræktin okkar eða sjúkraþjálfarinn eða sundið eða bara öll önnur fyrirtæki í landinu sem ýmist hafa þurft að loka og þiggja þessa lágu lokunarstyrki sem í rauninni gera lítið og að lokum þetta, stærri hlutinn. Og það getur minn góði samnefndarmaður, við erum ekki ennþá komin í samaflokk, Björn Leví, en samnefndarmaður í fjárlaganefnd, það getur staðfest það. Við fengum þær fregnir, þó við nefnum nú engin nöfn, að bara mjög fljótlega í þessum faraldri, að stærri hluti að ferðaþjónustu fyrirtækjum voru tæknilega gjaldþrota síðustu áramót og það var fyrir COVID. Þannig að mér finnst svo margt af sem að við erum ekki búin að skrifa til merkjar og stjórnvöld lofa okkur ekki að koma að. Já, má ég spyrja aðeins svona teknilega spurningu. Þú segist alltaf að kalla eftir þessu, hvert er þetta að kalla? Ertu fyrir utan fjármálaráðuneytið eða fyrir forsætisráðuneytið eða Seðlabankann? Hvað er þetta að fá þessu upplýsingum? Við erum ekki að fara með höndin og... Nei, en þú ert að kalla eftir þessu upplýsingum. Hver á að koma með það til því? Já, við verðum að senda inn skriflegar fyrirspurnir og þá verðum að svara. Í fjármálaráðuneytið, í menntamálaráðuneytið, í heilbrigðisráðuneytið. Við þurfum að senda inn skriflega fyrirspurnir og vera dugleg að kalla. Björn Leví getur aðstofað við það, veit ég. Hann er mjög góður í að búa til fyrirspurnir. Já, við erum í rauninni, ég var nú reyna eldan í fyrirspurnir. Og þetta er bara það sem við þurfum að gera ef við eigum að geta haft alvöru aðhald með í rauninni stjórnvöldum sem vita ekki greinilega hvort þú að koma eða fara eða allavega þoraðu ekki að skríða fram fyrir tjaldi, horfast í augu við kjósendur sína og fólki í landinu og segja hvaða stefnu þeir að taka og hvort við erum að koma eða fara. Þannig að ég kalla bara eftir því og hef gert það frá degi 1. Helga Vala, má ég spyrja þig núna af því að þau lýsir svo þannig að stjórnarandstaðan það komu inn ekki góð frumvörp í tengslu við hlutabótaleiðina og verkalýðshreyfingi segir svipaða sögu að það þurfti að sauma hér og stoppa í þarna og setja lekan undir þarna og allir voru fullu við það að laga þessi frumvörp. Svo koma þau út og pakki 1 og pakki 2 og pakki 3 og þá einhvern veginn ekkert að þessu var kannski akkurat eins og þið vilduð en þið voruð í því að laga þetta og allt í einu eru þið og verkalýðshreyfingin og þeir svona samsek í þessu frumvörpum öllum og þessu pökkum en
kannski, og þess vegna svo spyr Gylfi og blaðamennirnir í gær, sko, en hvað var það sem að stjórnarandstaðan vildi? Það er eitthvað bogið við þessa sögu og þessi hlutverk, þar sem að þið eru raunverulega bara í því að pússa agnúana af stjórnarfrumvörpum, en háskólaprófessorar og fólk sem að vinna sem blaðamenn alla daga spyr sig, en hvað vildi stjórnarandstaðan? Já, þetta er góð spurning. Ég horfði mitt á þáttinn í gær og satt hérna bæði svona hnípin og hundfúl yfir þessari umræðu. Maður veit upp á sig skömmina að einhverju leyti. Það að hafa ekki haft 24 tíma í vöku við að vinna þessi mál, sérstaklega framan af þegar að þau komu á færibandi málinu og við þurftum að vera að afgreiða þau á 3 sólarhringum með umsögnum og öllu og taka inn alla gesti að fyrstu aðgerðir og fyrstu viðbrögð gáfu ekki færi á því að það væri djúp og ígrunduð vinna á bakvið þær aðgerðir. Það er bara þannig. Og svo kemur líka ljós raunverulega að það lá ekkert á, vegna þess að brúalánin, lokunarstyrkirni, þetta er ekkert, það var alla búið að afgreiða nokkuð af þessu, því að það geta tekið 3 mánuði í því að pæla þetta í staðinn fyrir þessa 24 tíma. Já, eða fyrstu aðgerðir voru hlutabótaleiðin og laun... sem var reynd aðferð frá síðasta hruni, þannig að hún var ekkert flókin, hún var margreynd góð aðferð. Já, en hún tók samt sem áður algjörum grundvallar breytingum inni í nefndinni sem ég stýri. Þessi litla aðgerð sem átti að kosta, hvað var það, 70 milljónir eða eitthvað álíka, endaði ég man ekki hvað mörg 100 milljónum. Þú veist, þetta bara hún breyttist í grundvallar atriðum á þessum nokkrum dögum. Hún var þetta skjal sem var svona copy-paste af þeim aðgerðum sem hafði verið farið í eftir hrun, var búið til á 5. degi í félagsmálaráðuneytinu, hent inn í þingið til kynningar á föstudegi. Við byrjuðum strax að vinna í málinu þó að það væri ekki búið að mæla fyrir því í þinginu og það áður ekki að gera það þannig, en við byrjuðum samt og byrjuðum að taka inn gesti bara strax á sunnudegi og fórum svo á mánudegi og þriðjudegi og þá var loksins mælt fyrir málinu. Þannig að þessi hamagangur auðvitað bauð ekkert upp á, hérna kemur kötturinn vill fá að vera með, þessi hamagangur auðvitað bauð ekki upp á djúpar greiningar. Það er alveg þannig og við vitum það og það er heldur ekki hægt að ætlast til þess þegar hlutirnir eru gerðir með þessum hraða. Það sem skipti okkur öllu máli var að grípa fleiri, taka inn sjálfstætt starfandi aðila, þá sem eru á reiknuðu endurgjaldi, listamenn, ferðaþjónustufólk og svo framvegis og að dekka þetta betur, að passa að það yrði ekki bara algjört tekjuhrun á meðan á þessu ástandi stæði. Við auðvitað vissum á þessum tíma ekki hvort að þetta væri 1 mánuður eða 2 sem að þetta ástand myndi vara. Við vissum það ekki neitt og það vissi það enginn. Þannig að svona til að gæta allra sanngirni þá vorum við líka í stjórnarandstöðunni að reyna að sýna ríkisstjórninni ákveðna sanngirni með þetta að það vissi enginn, ekki á Íslandi og ekki í heiminum, við hvað væri etli á þessum tímapunkti. Svo kemur fjárauki og þá reynum við líka að sýna sanngirni þá og svona afgreiðum þetta hratt og vel og allt þetta. Þegar að fjárauki 2 kemur, að þá förum við að spyrja svona dýpri spurninga og koma með okkar innlegg meira og koma með breytingatillögur og þess að þar og vegna þess að það var alveg augljóst að það þurfti að gera það margt. Breytingatillögur sem höfðu komið áður voru unnar inn í nefndinni og samið af öllum, bæði stjórn og stjórnarandstöðu í fyrri umferðinni, en svo þegar það tók að líða á að þá fórum við að setja meiri svona okkar fingraför á þetta og koma með eigin breytingatillögur til hliðar við álit og ákvarðanir meirihluta og það urðu auðvitað meiri átök inn í þinginu við þetta en það að það heyrist ekki í okkur
Ég kannski, þú veist, ég er ekki alveg sammála því. Auðvitað var staðan þannig og við vorum svolítið svona grenjandi yfir því inn í þinginu að það skipti engu máli hvað við sögðum. Það var alltaf bara beinn linkur fjölmiðla við ríkisstjórnina. Við skrifum greinar, við gerðum statusa, við héldum ræður eins og það var leyft. Við skulum nú alveg muna það að þingfundir voru ekki leyfðir á þessum tíma og það skipti engu máli hvað við sögðum og við reyndum að vekja athygli fjölmiðla á þessu, því sem við vorum að reyna að koma á framfæri og benda á, en það var engin áhugi fjölmiðla á því sem við höfum fram að færa. Og við töluðum þetta, við töluðum þættirnir ráðherra dagsins, þar sem að þeir voru allir fullir af drottningar viðtölum við ráðherra, bara dag eftir dag eftir dag eftir dag, viku eftir viku. Sérstaklega ábyrjandi í ríkissjónvarpinu, það sem að voru, ef það var ekki þríeykið, það voru ráðherrarnir og það var eiginlega bara beinstreymi frá valdinu til almennings að segja hvernig hlutina það vera, það var engin gagnrýn umræða í ríkissjónvarpinu. Nei, það var bara hér, hjá þér. Það var eingöngu hér, hjá þér, Gunnar Smári, þar sem að heyrðist önnur rödd en ráðherra dagsins. Og það var alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu. Við vorum farin að hlæja. Á hverjum einasta morgni hjá Gulla og Heimi á Bylgjunni, á hverjum einasta morgni á Rás 2 og Rás 1 sem voru sameinaði þættir, Kastljós, Silfur og bara you name it. Og svo þetta beinn linkur niður í stjórnarráðið eða Alþingishús við ráðherra dagsins. Og þetta var bara svona. Þannig að það er kannski ekkert skrítið þó að fólk hafi kannski ekki heyrt nógu vel í okkur, en Guð minn almáttugur, við vorum að vinna. Þannig að þegar maður fór í sumarfrí að loknu þessu vorþingi, þá var ég bæði komið með frunsu og blettaskalla af álagi. Eftir þetta vorþingi. Mér alveg hvað ég hafði vilt það. Svo að því að það var afkynna einhverju, að því að það var afkynna þáttinn í lokin, hvað heitir kötturinn sem maður er búin að... Kötturinn heitir Júri, en hann gengur líka, já, Júri. En hann gengur líka undir vinnuheitinu Sovétríkin. Það er bara svona. Gagarín. Andrés, sá maður sem hefur heitast barist fyrir því að komast í stjórnarandstöðu. Það sem ég var að velta fyrir mig, ég var að hlusta á ykkur, eða þau, var að kannski að því að stjórnmálaumhverfið í Íslandi er að breytast. Það er fyrir síðustu öld voru 4 flokkar fram að miðri öld og svo svona 5 flokkar, 4 plus kerfi. Lengi vel en núna erum við með ólíkt kerfi, það eru 8 flokkar á þingi og ef þegar maður horfir til dæmis til Norðurlandana, þar er svipakerfi en þar hefur skapast hefð fyrir að það eru blokkir, þannig að stjórnarandstaðan er ekki alltaf, talar ekki alltaf einu rómi en miklu frekar heldur en við erum hér og svo erum við með einmenningskjördæmin sem að raunverulega búa til tveggja kerfi og þar mæta menn eiginlega bara með skuggaráðuneyti á móti eins og við þekkjum myndum úr breska þinginu þar sem að það er ráðherrarnir sem við sjáum alltaf í sjónvarpinu, þeir einhvern veginn í þinginu er sjónvarpinu þannig að við sjáum alltaf ráðherrana en í Bretlandi er það þannig að sita raunverulega sambærilegir ráðherrar bara beint á móti. Getur verið, af því að Helga var til dæmis að tala um það að fjölmiðlum hefur raunverulega ekki tekist að segja frá gagnrýni eða andstöðu stjórnarandstöðunar, það bara var ekki pláss fyrir það einhvern veginn í svona þeirra sett upp í fréttaflutningi á þinginu. Getur verið að við séum einhvern veginn á svona skrýttum stað að allt í einu eru blaðamenn og háskólaprófessorar byrjar að gera kröfu og stjórnarandstaðan sé með einhverjum hætti en það er bara ekki alveg orðið ljóst hvernig stjórnarandstaðan eigi að akta eða hegða sér eða hvert hlutverk hennar er. Það er óljóst hvort hún eigi að gagnrýna stjórnvöld og laga það sem þau koma fram með eða hvort þau bara að koma með skýran valkost á móti. Já, og ég held að sé alveg ágætt að við hugsum aðeins aftur til mars og apríl, hvernig ástandi var þá. Af því að ekki bara var starfsáætlun þingsins tekin úr sambandi, heldur var samfélagið meira og minna allt með hausinn lausgrúfaðan á. Þannig að þegar nefndir voru að rannsaka mál og fá sérfræðinga til að rýna þau, þá er ég ekkert viss að fólk hjá félagasamtökum eða hagsmunaaðilar hafi endilega verið með skýran fókus á að tryggja það að einhver bölvu vitleysa væri ekki að fara í gegn í okkur. Þannig að þetta var í rauninni mikið háska tímabil að það hefði verið hægt að missa alls konar vitleysu í gegn
og kannski bara heppni að það fór ekki verr en raunin varð. Og sama náttúrulega gerist hjá fjölmiðlum. Þeir eru í þessu bara sem einstaklingar í þessu samfélagi sem enginn veit hvernig á að hegða sér í. Þannig að við mistum þarna úr sambandi alveg rosalega stóran hluta af gangverki lýðræðisins. Og síðan þetta sem þú nefnir með að stjórnarandstaðan í dag sé allt öðruvísi en prófessorar og blaðamenn eiga að venjast. Það er náttúrulega bara afleiðing af því að stjórnin er allt öðruvísi en fólk að venjast líka. Og það er náttúrulega eitthvað sem við eigum eftir að sjá miklu skýrar í haust. Meinar það því að hún sker sig á milli svona hægri og vinstri ásana í svona hefðbundnum þingstjórnmálum? Já. Og þar af leiðandi verður er stjórn og stjórnarandstaða kannski ekki hugmyndarlega eða mjög undarlegan hátt í hugmyndarlegri andstöðu? Nei, og ég meina, er sanngjarnt endilega að þú ert með 8 flokka þing að ætlast til þess að það skiptist alltaf í 2 snyrtilega hópa sem að geti talað einum rómi hvor. Þetta er allt í lagi í stjórnarandstöðu, hún getur sótt að slæmum hugmyndum úr ólíkum áttum, en stjórnin þarf þá allavega að róa í sömu átt til þess að vera ekki bara kyrrstöðustjórn. Og þetta er það sem að verður svo mikið vandamál þegar að langtíma áhrifin af COVID-inu koma í ljós. Þegar við þurfum að setja einhverja fjármálastefnu til 5 ára, þegar við þurfum að samþykkja fjárlög fyrir næsta ár, þá eru flokkarnir bara með, það er himinn og haf á milli þess hvað stjórnarflokkunum finnst málin þar. Og það skiptir miklu meira máli en eitthvað karp það hvernig við komumst í gegnum tímabundna kúfin sem við stóðum frammi fyrir í vor. Og síðan, þetta með að stjórnarandstaðan sé léleg í að veita aðhald sem hefur komið í umræðuna á síðustu dögum. Það má líka aðeins velta fyrir sér að hvaða leyti var stjórnarandstaðan léleg, vegna þess að það sem að fólk virðist vera að gagnrýna mjög mikið í dag eru sóttvarnaraðgerðir sem hafa efnahagsáhrif. Sóttvarnaraðgerðirnar hins vegar fóru aldrei til þingsins, þannig að stjórnarandstaðan gat ekki komið með breytingatillögur þar. Það er stóra ákvörðunum að hefja skimun á landamærunum, að opna landið eins og sagt er. Já, þetta er alltaf að það fór aldrei fyrir þingið. Nei, það eina sem þingið fór, og þetta er náttúrulega, kannski eftir áhyggja, getum við sagt, einn af stóru feilunum að skilja svona á milli efnahagsaðgerða og sóttvarnaraðgerða. Þegar það þarf að skoða þetta heildrænt. En það sem að þinginu var sent frá ráðuneytinu voru bara efnahagsaðgerðirnar. Og þar var stjórnarandstaðan alveg á fullu að veita aðhald og benda á að þetta þyrfti að fara betur og leggja fram breytingatillögur alls konar sem flestum var hafnað. En það sem er núna að dúkka upp er að stóra ákvarðanir sem voru teknar fyrir utan þingið hafa jafnvel meiri áhrif. Og það er eitthvað sem að mér finnst alveg vel mega gagnrýna en þar er ekkert bara við stjórnarandstöðuna sakast að hafi ekki verið á HSI-inu inn í þingsal frá upphafi, alveg sagt að benda á fjölmiðla þar. Og bara alla sem koma að þessum ákvörðunum, að það náttúrulega meikar fullkomið sens að þegar þú ert með þetta stóra verkefni, þá skoðir í hlutina heildstætt. En eins og Björn hefur nú gjarnan bent á, þá vantar voðalega mikið af upplýsingum alltaf með ákvörðunum stjórnvalda. Og ég held að það sé raunin núna, ástæðan fyrir það að þessu skipti í tvennt, að sóttvarnaraðgerðir og efnahagsaðgerðir séu skoðaðar óháð hvor annarri og að heildaráhrifin sé ekki skoðuð, er að fólk bara kann það ekki, er ekki með upplýsingarnar í það, er ekki með reynslu af því að skoða stór og flókin verkefni heildstætt. Og það er eitthvað sem að þarf að laga ekki bara út frá COVID, heldur bara út frá því að við þurfum að vera með fungerandi land sem getur brugðist við krísuástandi sem við vitum að mun koma aftur og aftur og aftur, hvort sem það er út af sjúkdómum eða náttúruhamförum eða efnahagshruni eða hvað það er. Krísuástand er staðal ástand á Íslandi. Björn Leví, ég ætla aðeins að halda áfram með það sem að Andrés Ingi var að segja svona togstreituna með ríkisstjórnarflokkana og við munum svona að fara að spá í það hvernig þeim munu reiða af á mjög erfiðum tíma núna í haust og í vetur.
En mér langar aðeins að staldra aðeins við svona hlutverk stjórnarandstöðuna. Stundum finnst manni eins og stjórnarandstaða sé svona stjórnarliðar í biðstofu, séu svona bíð eftir því og það var búið til hugtak hér seint á síðustu öldum að vera stjórntækur og stjórnarandstaðan gekk upp í því að sýna þeir myndu beygja sig undir, þá var þetta var hugtak sem var búið til að það oddsinni, þetta snerist raunverulega bara það hvaða fólk hann taldi vera við hæfi að hafa inn í ríkisstjórn. Það var að vera stjórntækur, þú kannski orðið fyrir svona þrýstingi á þessu að þurfa að vera í skónum og svona, þannig að þú þetta sýna að þú sett svona húsum hæfur. En hvert bara reynir að svara þig núna, hvert hlutverk stjórnarandstöðunnar? Annað en að vera mögulega næstu flokka sem að ganga inn í ríkisstjórn. Hvert svona hlutverk sem að stjórnarandstaðan hefur alveg saman hver gegn því? Mér finnst það að vera hluti af stærri spurningu bara hvert hlutverk þingsins því að eins og að þá erum við náttúrulega bara með framkvæmdavald og löggjafarvald og fjárveitingavald sem bara svona sem að meirihluti þingsins að rotta sig saman að halda öllu þessu valdi og skilja hérna eftir bara gjörsamlega útundan eins og við höfum fjallað hérna að við fáum ekki þær upplýsingar sem við biðjum það búið til svona tilbúin tímaþröng eins og var verið að lýsa varandi hlutabótaleiðina brúar lánin og þess áttar og það var ekki þessi asi á því en með því að búa til svona einhvers svona tilbúna tímaþröng þá finnst öllum eins og það þurfi að gera eitthvað hratt þá minni tími til skoðunar, til spurninga og til gagnrýni og alls konar svoleiðis. Þannig að vandamáli sem við stöndum frammi fyrir ekki beint hvert hlutverk stjórnarandstöðunnar vissulega í þessu ástandi heldur hvert hlutverk þingsins á að vera, en ekki. En ekki getur að vera þannig, Björn, að stjórnarandstaðan eigi að vera svona gæslumenn þingsins sem valdastofnunar til mótvægis við ríkisstjórnina vegna þess að stjórnarandstaðan hefur eitthvað erindin í þinginu en ekkert inn í stjórninni. Það hlýtur að vera eitthvað meira en bara það. Það það sem að þingið á að vera. Þingið að setja lög og að fylgjast með því að framkvæmdavaldið fari eftir þeim lögum. Þingið að setja fjárveitingarnar og fylgjast með því að ríkisstjórnin fari eftir þeim fjárheimildum. Við förum til dæmis í hlutabótaleiðina eins og var sett upp hérna. Frumvarpið sem við fengum inn var afgreitt út úr þingi var með kostnaðaráætlun upp á tæpan milljarð fyrir hlutabótaleiðina. Þegar að fjárauki 3 kemur síðan að lokum, þá kostnaðurinn 34 milljarðar, orðin 34 milljarðar. Það engin skilaboð sem við fáum að það sé farið svona rosalega umfram það fjárheimildir sem að þingið bjóst við að kostnaðurinn við hlutabótaleiðina yrði. Og allt í einu fóðu bara skilaboðin, við erum búin að eyða 33 milljörðum meira heldur en þið voru svona samþykja síðast. Megum við fá þennan pening afturvirkt? Og svona, ekki í lagi með ykkur? En ættu þið ekki að fá í þessa vinnu, ættu þið ekki að fá bara almenna þingmenn stjórnarinnar með ykkur í lið með það að það sé að svo ríkisstjórn umgangist þingið af svona þeimilegri virðingu og Já, en þetta alveg gríðarlega góð spurning því að ef að þessum þingmönnum sem eru alla jafna í stjórn ef þeir hefðu einhvern áhuga á að sinna þinginu og sinna því hlutverki sem þeir eru kosnir til inn á þing þá kannski væri við einhvað að tala saman. Ef þetta væri almenni þingmenn ríkisstjórnarflokkanna sem eru í ráðherraembættunum að þá hefðu þið kannski einhvern sjálfstæðan vilja. Þeim yrði úthýst á stundinni úr flokknum. Almenni þingmenn stjórnarliðsins. Almenni þingmenn stjórnarliðsins eru ráðherrar á bið og þingmenn stjórnarandstöðunnar eru stjórnarlið á bið. Ætti ekki vera. Það er enginn sem gegnir hlutverki svona venjulegs þingsmanns. Nei, en við ættum að vera betri til dæmis í því að vera bara með minnihlutastjórnir og þá allt í einu hlutverk þingsins orðið miklu veigameira og ríkisstjórnin sem þá minnihlutastjórn þarf nauðsynlega að útskýra sig á gagnsæjan hátt til þingsins af því að þau þurfa að rökstyðja ákvarðanir sínar á þann hátt sem að þingið skilur en ekki bara stjórnarliðar í þingið skilja. Og það grundvallar vandamál þingsins þegar allt kemur til alls þetta
þessi valda misnotkun meirihlutans á að gera Alþingi bara að þessari stimpilstofnun sem það hefur verið. Og bara það skal enginn fullyrða að það sé ekki þannig, því að einu málinurunni sem að kannski hægt að benda á að segja þetta ekki stimpilstofnun, eru málin sem að allir hvort þið sammála Þá skiptir engu máli hvort það sé einhver meirihluti eða minnihluti eitthvað svoleiðis, þetta bara fín mál, óháð því hver flytur. En þegar það koma málin sem skipta máli í umræðinni, í hugmyndafræðilega og alls konar svoleiðis, að þá búin til tilbúin tímaþröng, þá búin til tafir, það sagt að ráðuneytið komi aftur og útskýri betur og kemur síðan aldrei aftur og alls konar rugl í gangi. Og það býr til alla þessa svona, allt þetta rifrildirunni varðandi málþófið, varðandi, festist í nefndum og allt þetta, af því að það verið að misnota vald að grunni til með því að meirihluti þingsins hertekur bæði löggjafarvaldið, framkvæmdarvaldið, eftirlitsvaldið og allt þetta. Og þar vandamálið okkar þegar allt kemur til alls. Ef að þetta væri ekki til staðar þetta vandamál, ef við værum með til dæmis málskotsrétt og svo framvegis sem að minnihluti þingsins hefði í rauninni svona ákveðin frumkvæði að þá þyrfti framkvæmdarvaldið að starfa betur og þá myndi þingið í alvörunni fara á stað og þá kannski hægt að fara að gera einhverjar kröfur til stjórnarandstöðunar eða raunni sem væri þá meirihluti þingsins, því að sjálfsögðu á maður að gera þá kröfur til þingsins en ekki bara minnihluta þingsins. Og það þar sem við erum í. Já. Og Gunnar Smári, sem fyrrverandi almennur þingmaður í stjórnarflokki, þá auðvitað ætti að vera þannig að almennir þingmenn stjórnarflokka hlusti á góðar hugmyndir og takja þær upp það sem að þær heyrast og oft það þannig, en þegar á reynir þá ætlast til þess að vera í liði. Og við sáum þetta rosalega vel í afglæpavæðingunni. Þeir áttu að afglæpa neysluskammta og það voru greinilega einhverjir í stjórnarliðinu sem voru ekki til í að fella það með einhverju hörku. Það var bara talið inn í salinn og bara ákveðið hversu mikinn kvóta stjórnarliðið hefði til að hleypa frjálsum. Og það voru bara 7 þingmenn sem að fengu að sitja hjá í staðinn fyrir að vera rauðir á málinu. Og þetta allt saman, þetta lítur út eitthvað svo yfirvegað og organíst inn í sal ef maður hefur ekki prófað að sitja í þessu. En þarna bara starfsmenn þingflokkana búin að telja nákvæmlega hverjir í húsi, hvernig þeir muni greiða atkvæði og svo bara rætt að þingflokksfundi fyrir þingfundin, hverjir megi fara út frá línunni og hverjir ekki. Við erum að berja sannfæringuna úr fólki. Já, þau hafa náttúrulega, við fengum að heyra margar ræður í vantraustinu á Sigríði Andersen það að það væri sannfæring í sjálfu sér að standa með stjórninni. Og maður skilur það svo sem, en ég skrifaði ekki upp á það á þeim tíma og ég skil það ekki nema bara svona, ég skil hvað fólk að fara, ég tengi ekki mikið við það. Og ég held að... Inga, spyrja Ingu þetta nú sorglega lýsingar þetta nú ekki alveg svona kannski staðurinn þar sem að maður myndi ákveða það að þarna verði lög sett, þetta sé góður staður til þess. Þetta þín upplifun á þinginu að það sé svolítið gölluð stofnun? Já, að þessu leyti ég algjörlega sammála því, það bara þessi lýðræðislega, þessi meirihluti, þessi ríkisstjórn, jafnvel þó að muni ekki mörgum einstaklingum, að hann í rauninni bara gengur áfram, hann veður bara og skítur skónum og kúar okkur í. Og það alveg nákvæmlega sama þó forystumenn þessara sömu stjórnarflokka hafi staðið fyrir framan alþjóð fyrir síðustu kosningar og lofað hinu og þessu. Og þegar stjórnarandstaðan kemur með þessi mál og búið að standa í að vinna málin, það ekkert auðvelt að koma fram með frumvarp. Það ekkert sama og skrifað að skella inn ályktunum, við þurfum að gera þetta almennilega og starfsfólk þingsins þar síðan sem það hefur að gera, þar síðan að taka utan þessi mál og lesa þau yfir og gera þau tæk inn í þingi. Og þetta gríðarleg vinna sem að felst í öllu þessu og þetta nánast 99% fótum troðið, þrátt fyrir það að þessi sömu aðilar geti komið fram ítrekka fyrir alþjóð og þóst ætla nákvæmlega að gera þessa hluti. Samanber hver þekkir ekki fyrir kosningarnar 2017
300.000 krónur lágmarks framfærsla skatt- og skerðingarlaust. Minna mátti nú ekki vera fyrir fátækt fólk, en þegar slíkt frumvarp dettur inn í þingið og þessir sömu aðilar eiga að greiða atkvæði, þá greiða þeir allir gegn því. Þá var ekkert að marka það inn, sko, bara í fyrstunni hvað þeir voru að segja. Þannig að mér finnst vont að við skulum ekki vera komin þangað að loforð sé í rauninni búið að taka gildi þegar það komið til loforðsmóttakandans, í þessu tilviki sem þjóðin, alveg eins og segir bara í lögunum, í skilgreininguna á hugtakinu loforð. Það orðið gilt og hefur tekið gildi þegar það komið til vitundar loforðsmóttakanda og mér dettur þó í hug fyrir kosningarnar 2013 þegar Framsóknarflokkurinn undir forystu Sigmundar Davíðs vann nú sinn stórsigur. Þegar þessum ágæta manni tókst nú með einhverjum furðulegum aðferðum að telja stórum hluta kjósenda trúum það að hann ætti þennan hlut í Arion banka eða Kaupþing banka eða hvað sem hann hét nú þá og gæti bara gefið þjóðinni þetta bara ef hann fengið umboð til þess. Þetta átti hann ekki neitt í bankanum og gæti gefið eitt eða neitt eða samt. Hann kosin út á þetta. Og þegar verið að tala um það að stjórnarandstaðan hafi ekki staðið sig núna og sé kannski eitthvað svona, fyrsta lagi þá eru 2 stjórnarandstöður. Ég bara það sé alveg á hreinu. Það miðflokkurinn og við hin. Það bara þannig. Ég ætla allavega að vona það að þau hefur ekki hent okkur út í flokki fólksins því við höfum fylgt þeim eins og skuggi. Hvort sem við viljum ekki. En allavega það þannig að við erum búin að koma með breytingatillögur, hver einasti stjórnarandstöðuflokkur eftir breytingatillögur, góðar tillögur, betrumbættar tillögur og við höfum reynt að taka utan þá þætti sem að okkur hefur þótt að hefur skort á í öllum þessum flumbrugangi til þess að reyna að bjarga því sem bjargað yrði eins og ágæti fjármálaráðherrann vill nú oft segja í öllu þessu COVID-dæmi og öllu því sem við erum að gangi í gegnum. En í rauninni þá er það fótumtroðið algjörlega, það er bara sko, það er ekki einu sinni skoðað. Það er ekki einu sinni skoðað hvað vinnu við höfum lagt í breytingatillögurnar, þær eru varla lesnar yfir. Það er bara ákveðið mál að þegar það komin í þingi, þetta stjórnarandstaðan, þá bara búm, það er bara fellt. Það er undantekningalítið nákvæmlega þannig sem það virkar og ég hef kallað eftir, ég bara skil ekki þessi vinnubrögð. Mér er bara algjörlega hugulega ráðgáta hvurslags vinnubrögð þetta eru, ef við erum svo gamaldags og hallærisleg að við hangum alltaf í einhverju sem var hérna fyrir ég veit ekki hvað mörgum áratugum af því bara það á að vera svona, af því bara við erum í meirihluta, við erum ríkisstjórn og ráðum öll og tröðkum bara á hinu. Og það sorglega að þeir flokkar sem nú í stjórnarandstöðu og hafa áður verið í ríkisstjórn og í raun að agnúast út í þetta kerfi, þeir voru nákvæmlega eins þegar þeir voru og hétu og nú brosaðu í kampinn og segja já, það nú kannski orðið tímabært að breyta þessu. Það er kannski orðið tímabært að breyta þessu. Ég bíð eftir því mjög spennt að minnstakosti mál sem að koma frá stjórnarandstöðu hverju sinni hver svo sem í henni og í rauninni hagsmunamál og ætti að geta verið þverpólitískt að við tökum utan það öll sem eitt og fylgjum því eftir án þess að draga það inn í þessa umgjörð sem að virðist vera viðvarandi í þinginu. Þingið svifaseint, það kemur mér á óvart hvað mér finnst, það kemur mér mjög á óvart hvað mér finnst í rauninni lítið gert úr góðum málum sem að jafnvel þeir sem eru þá í ráðherrastólunum hafa sjálfur verið meðmæltir áður en þeir settust í þessa stóla. Þannig að já, það kemur mér mjög á óvart og það mun koma þér líka óvart ef þú átt eftir að dansa þarna með okkur inn á þinginu. Björn Leví, hann var búinn að biðja andsvör. Það er allir að veiða, en allt í lagi, takk fyrir mig. Áður ég gef boltan yfir til Helgu Völu og Björn Leví með örstutt andsvar. Já, örstutt vegna þess að Andrés ekki nefndi afglæpavæðinguna og Inga nefndi sem sagt að það virðist ekki vera lesnar breytingatillögunar. Þá sést það einmitt rosalega vel í því máli því að það var tiltölulega umfangsmikil breytingartillaga eftir allar umsagnir sem komu inn það mál og öll gagnrýnin sem kom frá ríkisstjórninni var að þetta vantaði og það var allt í breytingartillögunni, hvert eitt og einasta atriði. Þannig að þau lásu það greinilega ekki en höfnuðu samt öllu því sem var búið að tala að það vantaði. Það var merkilegt. Helga Vala, þú ert nýr stjórnmálamaður á þínu fyrsta þingi. Þetta verið að lýsa svona einhvern kúltúr sem bara
stórskalur og þetta ekkert bara bundið við þingið, við þekkjum þetta úr sveitarstjórnum út all land, þar sem að meirihlutinn sko passar það að minnihlutinn fái lengan framgang, líklega bara því að fólk í eitthvað svona kosningabaráttu og vill ekki að Inga til dæmis sigri með því að eitthvað mál sem að hún nái fram og bara svona skemmdarverk og eitthvað svona barnalegt. Þetta, hvernig röddum við út úr þessu? Já, það er gaman að þú skulle tala með sveitarstjórnina því að ég man eftir því að við vorum að kalla eftir samráði frá fyrstu mínútu. Við kölluðum eftir því að vera dregin að borðinu og að við kæmum að þessum ákvarðanatökum í upphafi, að það væri raunverulegt samráð og því var svarað með því að við fengum upplýsingar innihald blaðamannafunda klukkutíma áður en að blaðamannafundinni voru haldnir. Í Reykjavíkurborg hins vegar stóð meirihluti og minnihlutinn saman að þeim aðgerðum sem farið var í út af COVID í byrjun. Og það var ótrúlega flott hjá þeim. Mér fannst það flott hjá minnihlutanum að koma að því og mér fannst flott hjá meirihlutanum að gera það þannig. Mér fannst þetta gott hjá þeim öllum. Og það er þetta sem við erum búin að vera að kalla eftir allan tíman. Af því að, og ég geri það ennþá í dag. Af því að þetta er ekki búið, en meira að segja stjórnarþingmenn lentu oft í verulegum vanda inn í þinginu af því að þeir vissu ekkert hvað stæði á bakvið þær aðgerðir sem að þeir áttu að vera að verja inn í þingsal. Og þá erum við að tala formann efnahags- og viðskiptanefndar Óla Björn Kárason eða formann fjárlaganefndar Willum Þór Þórsson og maður fann það svo sterkt og við töluðum það á staðnum að þeir vissu ekkert meira heldur en við í stjórnarandstöðunni. Og svo spurðum við það út í alls konar hluti sem að voru í tengslum við þessi mál og svörin, þeir svöruðu, ég meina einhvern veginn, en það kom svo í ljós að svörin þeirra voru í hróplegu ósamræmi við það sem að kom svo fram hjá ráðuneytinu þegar ráðuneyti mætti fyrir nefndirnar og kynnti málið daginn eftir að þá höfðu þeir bara verið að fabúlera eitthvað það hvað þeir héldu að væri í gangi í þessu og þessu máli. Þannig að það var ekki bara... Ég vil kannski ekki andmæla of mikið þetta varðandi Reykjavíkurborg. Ég þykist vita það að samráðið var nú bara svona og svona. Já, það er ekki með að gera að tala um þetta fyrst áka. Já, en við getum kannski hort á... Það var bara áberandi og við maður tók eftir því. Og það var bara... Ég vil samt minna á það að stjórnmálin í Reykjavíkurborg, sveitarstjórnarmálin í Reykjavíkurborg hafa bara undanfarið 12 ár verið alveg bara gríðarlega átök og endalausar ásakanir minnihluta yfir að vera valta yfir og raunverulega bara eiginlega meirihlutan af þessar öld Já, en ég er að taka bara þetta einstaka dæmi þarna. Það sem að verður að tala í sambandi við afglæpavæðinguna, það var náttúrulega alveg ótrúlega sorglegt dæmi því að meira segja fólk sem var á málinu, var á frumvarpinu, mátti ekki styðja málið. Og það var alveg fráleitt. Og einmitt eins og sagt var rökin gegn stuðningi voru að málið væri svona og svona en málið hafði tekið breytingum inn í nefndinni. Það bara gleymdist að segja ráðherranum frá því að það var búið að laga það og ráðherrarnir höfðu ekkert kynnt sér það, að það var búið að laga það, það var búið að koma til móts við alla gagnrýnisraddir og svo framvegis. Fyrsta lagi þetta, býta aðeins. Annað sem að mér langar að benda á er að inn í þessu COVID ástandi öllu að þá var það líka margsinnis þannig að við komum með breytingatillögur að fara í til dæmis álagsgreiðslur til framlínu starfsmanna, bæði hjúkrunarfræðinga, lækna, heilbrigðisstarfsmanna, líka heilbrigðisstarfsmanna á hjúkrunarheimilum og lögreglu og sjúkraflutningafólki. Af því þetta er fólk sem var bara í mjög erfiðri stöðu og út allan heim var verið að greiða álagsgreiðslur til þessara stétta. Og sumstaðar var bara eingreiðsla sem var skattfrjáls og svo framvegis. Þetta voru tillögur sem við komum með sem stjórnarliðar felldu. Viku seinna kom tillaga frá þeim einhvers konar álagsgreiðslu sem að stjórnarliðar þá samþykktu. Útfærslan á því var svo þannig að löggan fékk ekki neitt, sjúkraflutningafólki fékk ekki neitt og einhvern veginn útreikningarnir á þessu voru mjög takmarkaðir. Þannig að þetta eru vinnubrögðin og mér finnast, af því að þetta er verið að tala um að þetta hafi alltaf verið svona, ég verð að segja að þessu stutta tíma sem ég hef verið inn á þingi, þá hefur þetta samráðsleysi
og þetta valda ójafnvægi og þessi svona valdníðsla sem að við kvörtuðum undan í þinginu í vor, mér hefur fundist að hafa aukist stórlega og það áður en að COVID kom jafnvel. Þar sem að bara nefndarfólk tekur dagskrárvald af formönnum, bara valtar yfir, tekur mál út úr nefndum án þess að þau fái umræðu, nauðsynlega umræðu og stöðva rannsóknir sem lögbundið hlutverk Alþingis. Það er þetta. En hættutímarnir, þeir kalla ekki fram það besta á þinginu? Ég bara, nei, alls ekki. Nei, og þetta er ástand sem að mér finnst alveg agalegt af því þarna virðingarleysi fyrir skildum Alþingis algjört. Herðu, Andrés Ingi sagði áðan eitthvað sem að mér langaði til þess að bera undir ykkur. Hann var að segja það að framöndan væri þingvetur og mjög erfiður þingvetur eða svona flókið. Þegar við erum með heimsfaraldur og við erum með kreppu og við erum með mjög undarlega ríkisstjórn sem að kannski var mynduð í trausti þess að við værum á svona tiltölulega átakalitlum tímum og væri nógu peningu til þess að eyða í gæluverkefni hinn og þessa, en svo bara breytist hlutinni svolítið mikið og við erum að horfa á það alls þar í heiminum eru bara stjórnmálamenn og stofnanir og seðlabankar bara endurskoða afstöðu sína til allra hluta og ríður mikið á að stjórnmálaflokkarnir og stjórnmálafólk hafi svona þrek til svona kannski pólitískrar endurnýjunar. Og við erum með ríkisstjórn sem samsett úr ólíkum flokkum og þarf núna eiginlega að koma með fjárlög bara núna eftir nokkra vikur sem að gefa svolítið tóninn það hvers konar samfélag við ætlum að byggja upp eftir kreppuna. Hvaða samfélag það sem við ætlum að verja og hvaða samfélag ætlum við að byggja upp? Hvernig munum takast þetta ef ég má byrja aftur á þér, Helga Vala? Já, ég hef mjög miklar áhyggjur á heilbrigðiskerfinu og það segi ég vegna þess að ég tók eftir því hvernig varaformaður Sjálfstæðisflokksins talaði í eldhúsdagsumræðum í vor, þar sem hún talaði að það þyrfti að fara í niðurskurð og það væri ekki sjálfsagt að það fylgdu sömu peningar í lögbundin störf eins og áður. Ég tók eftir því hvernig Haraldur Benediktsson í fjárlaganefnd, Sjálfstæðisflokki líka, talaði og ég hef tekið eftir því hvernig fjármálaráðherra talar. Og það hefur ekki verið gerð nein tilraun af hálfu samstarfsflokka til þess að svona mótmæla þessu. Engin tilraun. Og ég hef mjög það verður bara farið í brútal niðurskurð þarna. Bjarni hefur svolítið sagt svona undanfarið einhvern veginn í þá verun að við munum láta kreppuna koma fram áður við förum að leita jafnvægis einhvern veginn þannig að hann sé að boða það að næstu fjárlög geti verið með mjög góðum halla. Kannist ekki við þetta? Hann svona svolítið, ég tók eftir þess að þú vitnar í Harald Benediktsson. Mér finnst Bjarni vera svona aðeins vægari í sínum yfirlýsingum. Er það rangt með því á mér? En þeir tala bara allir í kross. Já, þess að bara að reyna að ráða í þetta svona einhverjum. Helga búin að nefna það að Bjarni tali eins og hann ætla að skera niður, Halli Ben tali eins og hann ætla að skera niður, Bjarni reynir að dempa það, svo kemur Óli Björn sem formaður efnahags- og viðskiptanefndar og tala fyrir skattalækkunum, að þannig náður að glæða efnahagslífið. Þetta eru 3 stefnur úr einum og sama flokknum sem gangi ekki saman. Og ég meina, hvernig á þetta þá eftir að ganga í stjórn þar sem að þessir 3 sjálfstæðisflokkar eru ásamt 2 öðrum flokkum? Inga, hvernig heldur að þeim gangi að smíða saman stefnu? Hvað eiginlega krafan á, því við byrjum að tala hvað krafan á stjórnarandstöðuna? Krafan á stjórnina það að hún búi til Ísland 2.0. Hvernig samfélag viljum við fá út úr kreppunni? Það er náttúrulega rosalega erfitt að tala hvernig samfélag við viljum fá út úr kreppu sem við vitum ekkert hversu lengi varir og hvort hún er komið að fara. Við erum nú að tala með einhverju annarri bylgju og þeir vita ekkert hvort þeir eru komið að fara. En þeir hafa ákveðið að taka núna 300 milljarða á þessu ári til að setja aðalega inn í rauninni til að styðja fyrirtækinu og annars slíkt. Og það sem við náttúrulega verðum að vernda störfi, við vitum það. Spurningin hefur alltaf verið hjá mér hvort að í raun og veru við eigum að láta það vera algjörlega þannig að okkar, það sem við erum vön að þekkja hér, okkar afkoma, okkar líf, okkar Ísland, hvort að geta umgengist hvert annað og annars líkt, hvort við eigum að fórna því líka á þessu altari ferðaþjónustu sem var tæknilega gjaldþrota
að stórum hlutum síðustu áramót og þetta, ég vil draga þetta fram, það er talað að setja ennþá meiri peninga og nú hefur Bjarni sagt líka það að í ljósi þessa nýja faraldurs annars líka þá sé ekki loku fyrir það skotið að það þurfa að gefa ennþá meira í. Við vorum öll mjög ánægð þegar við komum með þessa kríu og viðbótar kríu þegar við vorum komin í nýsköpun, aldrei áður höfum við í rauninni í sögunni virkilega tekið utan það að virða mannauðinn okkar sem hefur verið í rauninni falin í sambandi við nýsköpun en við þekkjum fyrirtæki hvort sem það í tölvugeiranum Marel eða hvað sem það sem að hugvitið okkar hefur fengið að blómstra og njóta sín og við erum með risastór fyrirtæki. Þannig ég alveg sammála því sem Björn Leví segir að þeir eiga að einbeita sér ennþá meira einmitt að nýsköpun og virkja það sem við eigum hér heima í staðs að setja öll eggin meira og minna í eina körfu sem ferðaþjónusta sem í rauninni á brauðfótum nú þegar. Mér finnst það ósanngjarnt gagnvart okkur hinum og ég vil taka fram eins og stjórnvöld gerði núna þegar voru að gefa þessa ferðaávísun sem að það kosti okkur hvað, 1,5 milljarð eða ríkissjóð, 5.000 kall á einstakling yfir 18 ára aldri. Alveg frábært. Það farið í ferðamálastofa, það ferðast landið og komið með og komdu með og allt þetta. Það kemur í ljós. Við bara hlustuðum á þetta og við fórum og ferðuðust landið. Vertar á Vestfjörðum og fleiri stöðum hafa sagt, við höfum ekki séð annað eins hér hjá okkur. Íslendingar eyða meiri peningum en erlendir ferðamenn sem að fá sér hamborgar og vatn með matnum. Íslendingar mun hressari og borða alvöru mat og drekka hjá okkur brennivín og eyða peningum. Við eyddum 200 milljörðum á erlendri grundu í fyrra og hugmyndin var svo að reyna að ná einhverju af því inn í okkar hagkerfi á þessu ári og gefa okkur kost á að virkja okkar land og ganga landið í rauninni öðruvísi spegill sem við erum að horfa í núna heldur en áður vegna þess að áður vorum við bara alltaf að ferðast erlendis. Nú vorum við tilbúin að taka ábyrgð á því að hér var veira í gangi sem við þekktum ekki neitt, óvænlegur óvinur, ósýnilegur óvinur sem rauninni að leggja hagkerfi heimsins nánast á hliðina og Íslendingar voru tilbúnir að taka það. Við vorum orðin veirufrí. Ég algjörlega ósátt við það að við skyldum taka upp þann pól núna 15. júní að flytja þessa veiru aftur til landsins. Án þess að við skyldum fá það algjörlega niðurnjörvað, svart á hvítu, hvort að ábatinn af því var þess virði, hvort að fórnarkostnaðurinn sem settur hér á íslenskan almenning og okkur Íslendinga sé þess virði. Og hvað þess virði? Eins og ég segi. Þannig ég segi núna ef við tölum fjárlögin, þeir geta í rauninni illilega sett fram nokkur einustu fjárlög. Þeir veit ekkert hvort þeir að koma eða fara, heldur en aðrir út alla heimsbyggðina í sambandi við veiruna. Hins vegar ber þeim skylda til þess að koma með fjárlög eins og fjármálaáætlun og í rauninni var þetta allt í tómu rugli þarna í vor út af því þeir vildu fresta því að koma með fjármálaáætlunina og í rauninni komust þeir upp með það. Það var alltaf, við í stjórnarandstöðu höfum í raun og veru alltaf verið tilbúin til samstarfs. Við höfum samþykkt allt sem þau hafa sagt ef okkur hefur þótt eitthvað vit í því. Við höfum aldrei skorast undan því að axla ábyrgð, aldrei nokkuð tíma. Við höfum viljað vera með í liðinu og það þau sem hafa sparkað okkur út af vellinum en ekki við. Þannig ég að segja, mér finnst í rauninni bara verði þeim að góðu að hnoða saman fjárlögum sem eitthvað vitferður í. Það verður athygli verður doðrantur upp á 600-700 blaðsíður sem að einhverjir, hvað ég að segja, hvað heitir það, embættismenn eiga eftir að hnoða saman. Það verður athyglisvert. Þannig að ég segi þeir munu ekki geta gert það en einu viti, vegna þess að við ekki neitt hvað við erum að fara að gangi gegnum frekar nokkurt okkar sem sittur nú hér við rauða borðið. En Björn Leví, það ætti að koma fram núna fjárlög sem að væru svolítið svona eins og ég að segja, það væri línan út úr kreppunni, hvernig sem svona það fylgir líka fjármálaáætlun og fleira sem að nýta aðeins lengra út og haustið ætti að fara raunverulega í alvöru umræður það hvers virði ýmsir þættir samfélagsins eru, á hvað við viljum leggja áherslu, hvernig við viljum sjá framtíðina rísa upp. Þetta
raunverulega umræða í heiminum svolítið þetta. Nú þurfum við að taka ákvörðun það, nú erum við komin í svona stöðum að kannski tækifæri til að stíga stór skref varðandi loftslagsmál og annað slíkt sem hefur komið vegna fyrirsjáanlegra minni ferðalanga milli landa og annað slíkt. Býstu við þessu að þetta verði besti svona þingvetur, fyrri hluti þingvetrar sem að þú hefur upplifað, það sem að raunverulega tekist verður á bróðurlega grundvallar hugmyndir í stjórnmálum og hvert við viljum að samfélagið fari? Þegar stórt og spurt. Já, það var óskandi. Nei, það gerist ekki. Mér er gaman að reyna að svara spurningar og svona stutt og útskýra kannski aðeins betur síðan seinna. Þú hefur svo framsöndum það, það er bara já og nei. Já, þetta er alveg tímalaust eitthvað sem ætti að gerast. Og ef það er pólitískt þor til þess, sem hefur ekki verið hingað til, þá væri það æðislegt. En ég hef enga trú að það gerist. Ástæðan fyrir því er að við erum með stjórn svona minnsta samnefnara. Að þau eru mynduð í rauninni stöðnun. Að halda, þau sögðu það sjálf, stöðuleiki, pólitíski stöðuleiki. En stöðuleikin þýðir líka dálítið að þú hunsar breytingar, hunsar framfarir. Og við erum með flokka þarna sem að hafa gríðarlega mismunandi hugmyndir einmitt hvernig að bregðast við í svona krísu ástandi. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvað þau koma með í fjármálaáætluninni. Og ástæðan fyrir því, eins og talaði á, henni var frestað, var einfaldlega að þau gátu ekki komið sér saman stefnu út úr þessu. Því að það er sem að fjármálaáætlunin átt að gera. Það er stefna stjórnvalda, algjörlega óháðurinn upphæðum. Vissulega setja þau fram upphæðir, en stefnan á að birtast og áætlaður kostnaðar þar á bakvið. Síðan breytast aðstæður og þá upphæðir breytast, en stefnan á að haldast nokkurn veginn svo sama. Það þorðu þau ekki setja fram núna í haust, fyrir ekki í vor, og fresta núna fram á haustið. Þannig að umræðan það hver stefnan á að vera út úr COVID-inu núna í haust, það verður, held ég, virkilega áhugaverð umræða. Því að til að byrja með að sjá hvað þau koma með inn til þingsins, hvað þau eru tilbúin til þess að hlusta á, því að það er náttúrulega búið í þessari stjórn minnsta samnefnara, þá er búið að semja allt. Og það er allt komið í alla þessa lása að við fengum þetta til þess að þið fenguð hitt og svo framvegis. Það er allir búinir að læsa sig inni í hvað þeir eru að fá. Og ef að stjórnarandstaðan kemur með hugmyndir til dæmis meira í nýsköpun eða eitthvað svoleiðis, að þá er það kannski að ýta undir þær hugmyndir eins af flokkunum að eitthvað sem að þeir vildu fá væri þá fengið, eitthvað sem er búið að semja að setja niður. Og þá er það ósanngjarnt fyrir hina flokkana og þetta er algjör geðviki hvað það er. Það fyrir uppskrift af því hvernig þú átt ekki að komast að niðurstöðu. Algjörlega, við erum í þessu vandamáli að Ísland kann ekki að hugsa til framtíðar. Við erum með það sem ég hef kallað hvalreka hagkerfi. Síldin kom og það var allt brjálað. Álverin komu og rafmagnið og það var öll eggin sett í þá körfu. Bankakerfið allt sett í það. Ferðamannaiðnaðurinn allt, gerum það að stærstu atvinnugrein landsins bara á 10 árum eins og ekkert sé. Seljum smitlaust land með svona gulum hátulum út í heim þegar við eigum það. Ríkisstjórnir hafa alltaf hlaupið rinni á eftir þessum hvalrekum. Í stað þess að segja, já, þetta er að vaxa, leyfum þess að vaxa, en það þýðir að okkar hlutverk er að einbeita okkur að grunnstoðunum, því að við vitum það að stóru atvinnugreinar og sérstaklega atvinnugreinar sem eru að vaxa hratt, það yfirskjóta alltaf og detta aðeins tilbaka. Og þegar svona slaki kemur í svona stóru stoðirnar okkar, eins og hefur gerst í sjávarútveginum og gerist í bankakerfinu og nú að gerist í ferðaþjónustunni, að þá eigum við hafa hitt til þess að grípa.
grípa slakan þegar hann kemur einhvers staðar með einmitt nýsköpunarstörfum, með að þessi fjórða stoð sem er löngu búið að plana átt að verða til, hún varð aldrei til. Hann á vantar og sem sagt, og þegar að fjármálaráðherra kemur og segir við þurfum Ísland 2.0, þetta er nákvæmlega sem var verið að pæla í fyrir 20 árum síðan. 2.0 byltingin gerðist aldamótin og þar er stjórnsýsla núna, hún er síðustu aldarmót. Við erum komin í 4, 5 og next og ég veit ekki hvað, þú veist, í samfélaginu almennt séð núna. Stjórnsýslan er að einhverju leyti komin lengra, en stjórnmálin eru ennþá stjórnmál síðustu aldar. Ég ætla að reyna að halda þetta aðeins í minna tímaspanni og spyrja þig, Andrés, hvort að 3 mánuðir á haustmisseri þingsins verði þannig að þar verði mikið talað en ekki neitt af því sem að helst ætti að vera á dagskrá. Það er svona tilfinningi sem ég fæ þegar ég er að hlusta á þig, að það komi inn fjárlög og tillögur frá ríkisstjórninni sem að er svo mikil málamiðlun að þau bara ná kannski ekki utan það sem að við ættum að vera að ræða og þið séu eiginlega að reyna að spinna út frá því. Mér langar að vera bjartsýnn og vona að því að svona umbrotatímar bjóða upp á ofboðslega frjóa stjórnmálaumræðu og þú veist, núna er samfélagið að breytast hvort sem okkur líka betur eða verr. En jú, ég hef alveg áhyggjur og við höfum náttúrulega fengið smá svona nasasjón af þessu síðustu mánuði. Til dæmis var lagt til að skilyrða einhverja styrki til fyrirtækja sem fá svona COVID-styrki við það að þau myndu setja sér loftslagsstefnu, bara eitthvað svona lítið symbolst þægilegt, en í anda þess að það sem við erum að byggja upp á að vera framtíðarhelt, það á að takast á við þessar áskoranir sem við vitum að við þurfum að leysa. Það var fellt inn á þingi með þeim orðum að eitt stjórnarliðinn sagði að þetta er nú góð hugmynd og hann væri í grunninn sammála þessu, það væri kannski bara hægt að koma með þingsályktunartillögu þetta í haust og við getum gert þetta almennri reglu. En við vorum með milljarðana í höndunum sem við getum skilyrt þá og nú. En það sem ég held að sé vandinn er hugmyndafræðilega, dálítið svona í framhaldi af því sem að Björn var að segja, að það stjórnarliðið er í úreltu debatti sín á milli. Það sem að Bjarni Ben segir að sé brjálæðislega róttækt það ekki lengur. En einhvern veginn halda þeir sem að semja við hann innan stjórnarinnar að þegar hann bregst illa við og segir nei, heyrðu, það er ekki hægt að skilyrða hérna við loftslagsmarkmið, þá er það A, eitthvað sem að önnur hver ríkisstjórn er að gera í dag og B, eitthvað sem að allar alþjóðastofnanir, allt frá OECD til Sameinuðu þjóðanna er að mæla með að ríkisstjórnin geri. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og fleiri íhaldsstofnanir. Ég meina, þetta er ekkert einhverjir afturhaldskomatittir, þetta er fólkið hans Bjarna sem er að mæla með þessu. Það er eins og hann sé dottinn út af einhverjum póstlista og hann er ennþá að spila eftir handriti frá 2008. Helga Vala, ég ætla að enda hjá þér, hvað haustið, ég má kannski spyrja það því að Samfylkingin býr í henni draumur að verða svona leiðtogi stjórnarandstöðunnar, stærsti flokkurinn og að miðflokkurinn hafi svindlað með því að stela 2 þingmönnum af Ingu og verða stærri. Munu þið mæta einhvern veginn með svona ykkar erindi inn á þingið? Hafið þið verið að undirbúa það? Eða ætlið þið að koma og taka bara með bakhöndinni það sem Bjarni sendir á okkur? Nei, alls ekki. Við munum gera það og erum búin að vera að vinna það í sumar. Þessi tillaga sem að Andrés talaði varðandi loftslagsmálum, hún kom frá okkur sem og sú tillaga að krefjast þess að fyrirtæki sem er að fá stuðning frá okkur skattgreiðendum væri nú ekki að sýsla með sína peninga í skattaskjólum. Þetta var líka fellt af ríkisstjórninni og fleiri tillögur. Þannig að ég einhvern veginn ég er eitthvað svo næf að ég er ekki í pólitík til þess að uppfylla einhverja drauma að verða stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn. Mér finnst það einhvern veginn, mér finnst það algjört aukaatriði. Mér langar bara að gera gagn og láta í mér heyra, reyna að breyta ómögulegum málum, reyna að leggja til góðar breytingar og kannski
er að það sem hefur valdið við svona mestum vonbrigðum með þessa ríkisstjórn, því ég einhvern veginn vonaðist til þess að Katrín Jakobsdóttir væri meiri nútíma manneskja og það er hvað hún og ríkisstjórnin stundar ofboðslega gamaldags pólitík. Og mér finnst það eiginlega alveg agalegt, en kannski er þetta bara eitthvað sem að allir lenda í þegar þeir eru komnir inn í stjórnarráðið, því að stjórnarráðið er svo gömul bygging að þá verða allir bara svona fornir í hugsun þegar kemur að úrlausnarefnum, sko. En mér finnst það einhvern veginn svona, þú veist, ríkisstjórnin er íhaldsstjórn alveg frá toppi til táar, en það er ekki bara það heldur, pólitíkin sem þau stunda er alveg ofboðslega gamaldags. Og það er einhvern veginn, já, þannig að ég svona, svo bara höldum við auðvitað bara áfram einhvern veginn að hamast þarna inni og reyna að koma góðum málum í gegn. Og auðvitað verður maður pínu lúpulegur þegar það er allt sem við leggjum til er fellt, en maður reynir samt. Enda svona bjartsýniskelling. Já, ég þakka ykkur fyrir að kíkja við rauðaborðið til mín, Björn Leví, Andrés Ingi, Inga og Helga Vala. Ég finnst gaman að fá ykkur og áhugavert spjall, ég vona að ykkur hafi ekki leiðst hérna. Ég kallaði ykkur til út af því að fólk er að kalla eftir að þið standið ykkur og ég held að það sé vel meint bæði á Gylfa og blaðamönnunum í gær að gera kröfu að stjórnarandstaðan standi sig betur er merki þess að fólk horfi til ykkar og ætlast til þess að stjórnarandstaðan veiti stjórnvöldum alvöru aðhald og sé raunverulegur valkostur á móti þeim ákvörðum sem þeir koma með. Hlustendur, þakka ég fyrir að ljá okkur eyra í kvöld. Við verðum aftur á morgun klukkan 8 með rauðaborðið. Þá held ég að sé að samkvæmt dagskrá eigi að vera opin lína hjá okkur ef við tæknilega getum til þess. Við ætlum að reyna það. Þá getið þið bara hringt inn og tekið þátt og lagt til þau mál sem að þið viljið. Meiri segja þið 4 eftir ríkið inn ef þið viljið. Ef þið hafi ekki klárað ykkur í kvöld. En ég þakka ykkur aftur viðmælendum mínu kærlega fyrir og hlustendum og segi bara góða kvöldið.